lögmannsstofunni landlögmenn, en var áður lögfræðingur hjá Mannvirkjastofnun, þannig að ég hef kom að vinnu reglugerðar eldvarnareftirlit bara frá upphafi til enda í raun nánast. Þannig að ég þekki þá reglugerð mjög vel og ætla núna aðeins að fara yfir efni hennar. Hún tók gildi núna í sumar, loksins, hún er búin að vinna lengi að þessu og hefði maður vilja sjá þetta gerast hraðar, en hún er allavega komin og tók gildi í lok júlí síðastliðinn. Markmið reglugerðarinnar er bara eins og er nú með flestar þessar brunavarnareglugerðir. Það er nú eiginlega nánast eins orðuð markmiðsákvæðið þeirra flestra, það er að vernda líf, heilsu, umhverfi og eignir með því að gera kröfur fyrirbyggjandi brunavarnir og rekstur þeirra að tryggja fullnægjandi eldvarnareftirlit. Og í reglugerðinni þá eru sameinaðar tvær reglugerðir, felldar út í rauninni tvær eldri gamlar reglugerðir og ein sett í staðinn, bæði reglugerðir þá eigið eftirlit í atvinnuhúsnæði og reglugerð eldvarnareftirlit sveitarfélaga í þeirri reglugerð. Það er óvenjulegt að það sé verið að tala eftirlitið eitt og sér í sérstakri reglugerð. Oftast er eftirlitið bara partur af efnisreglunum. Þetta eru reglur forvarnir og skyldur almennings og fyrirtækja til að grípa til fyrirbyggjandi ráðstafana. Ég horfi svolítið á það að þessi reglugerð snýr meira að rekstrinum. Það er byggingarreglugerðin sem gildir auðvitað mest þegar verið er að hanna mannvirki. Og síðan, þegar kemur að rekstrinum þá er þessi reglugerð meira, þannig að hún snýr meira að háttseminni eftir að búið er að gefa út lokaúttektarvottorð og mann er farinn að nota mannvirki. Og það var svolítið reynt meðvitað að vera ekki að láta þetta tvennt renna saman, þannig að þetta væri svolítið aðskilið. Það er áhersla á eigið eftirlit og ábyrgð eigenda rekstraraðila, í rauninni aukin áhersla og það er í takt við aðrar reglugerðir og aðra löggjöf sem fjallar opinbert eftirlit. Tendens til þess að draga úr opinberu eftirliti en reyna að virkja aðilana sjálfa til eigin eftirlits og þá fái fólk afslátt ef það stendur sér vel. Það er líka verið að reyna að hafa eftirlitið áhættumiðara, sem er náttúrulega það sem við erum alltaf að reyna að gera. Mætti nú mjög gera betur í því á mörgum sviðum. Þarna er alltaf að við að búið að skapa góðan grunn til þess. Segja að það væri með þessari reglugerð. Og það er eins og ég sagði, það er heimilt að minnka opinber eftirlit ef eigin eftirlit er sinnt vel. Það er gert ráð fyrir því að sveitarfélögin sjálf skilgreini áhætturnar í sínu sveitarfélagi og hvar eftirlit sé mest þörf og setja það svo niður í brunavarnaáætlun. Þetta er aðeins meira challenge, þú ferð ekki bara og flettur upp í reglugerðinni hvað eru skoðunarskyld mannvirki og fer svo bara eftir því í blindni. Heldur þarf að taka í rauninni ákvörðun, meðvitaða ákvörðun og matskennda ákvörðun það hvaða starfsemi eða hvaða húsnæði á að sæta eftirliti og hvað ekki, og það er auðvitað byggt á ákveðnum kríteríum í reglunum. Það er miklu matskenndara en áður. Og það er ekki þar með sagt að það sé frjálst, heldur verða menn þá að byggja það mat á einhverju grundvelli og það er alltaf talað málefnalegar ástæður fyrir því af hverju menn velja þetta eða hitt. Og það er verið að einfalda eftirlitið og hafa raunhæfara. Það flestir viti að það hefur ekki verið farið eftir eldri reglugerðum eldvarnarskoðanir og sem var í gildi áður. Það var enginn farið eftir henni í díteilum. Þannig að það var fullt af húsnæði sem þar voru talin upp sem ekki voru skoðuð eins og átti að gera. Og þannig að þetta er orðið raunhæfara. Svo er gert ráð fyrir því að smáatriði sé útfærð í leiðbeiningum. Þetta er frekar stutt reglugerð á kannski mælikvarða reglugerða. Ég er alltaf mjög ánægð með það. Þær hafa haft tendens til þess brunavarnareglugerðirnar, aðrar en byggingarreglugerðin, að vera frekar stuttar og einfaldar og þar sem við höfum verið að gefa út síðan síðustu árin. Þannig að það er bara betra að mínum mati. Það er ekkert með það að gera að vera að kæfa fólk í orðaflaumi.
Það sem ég ætla að fara yfir, ég ætla að fara yfir þetta efnisyfirlit reglugerðarinnar. Það fyrsti kafli fjallar svona bara almenn ákvæði. Annar kafli kröfur til eigenda og forráðamanna, svo tæknilegar kröfur, skipulag verklag eigenda og forráðamanns, aðrar fyrirbyggjandi aðgerðir, eldvarnir eftirlit, önnur verkefni sveitarfélags og málsmeðferð og ýmis ákvæði. Og við Guðmundur skiptum þessu þannig á milli okkar. Ég svona tek það sem við getum sagt þessi lögfræðilegi parturinn og Guðmundur svona meira tæknilegu hliðina. Þannig að minn hlut kemur hérna annar og sjötti kafli. Ég ætla svona að eyða kannski mesta púðrinu í sjötta kaflan því það svona kannski það sem svona svolítið mikið nýtt. Kröfur til eigenda og forráðamanns eru þarna í öðrum kaflanum og þeir byggja í rauninni á 23. grein laga um brunavarnir. Það ekkert mikil breyting, þetta er ekki skilgreind upp á nýtt ábyrgð eigenda eða forráðamanna í reglugerð því að þú verður alltaf að hafa lagastoð. Þannig að í rauninni er þetta ekki nýja reglur, þetta er bara að vera svona aðeins að kannski segja hlutina nákvæmar miðað við lögin. En eigandinn hann ber ábyrgð á því að mannvirkið uppfylli lagalegar kröfur brunavarnir og þær taki mið af þeirri starfsemi sem þar fer fram á hverjum tíma. Hann ber ábyrgð á eigin brunavörnum og þær séu virkar og haft sér reglubundið eftirlit með þeim. Það er mjög mikilvægt að skilgreina alltaf hlutverk eiganda þegar kemur að þessu, þannig að hann verði átt að segja á því að hann ber þessa ábyrgð, ekki hið opinbera fyrir hann. Og hann ber ábyrgð á því að eftirlit fari fram. Og þá bæði verið að tala eftirlit svona sem getur verið bara til dæmis með búnaði eða þess sem hann kaupir eða hið opinbera eftirlit. Og eigandinn skal viðhalda brunatæknilegu öryggi í samræmi við forsendur útgefins byggingarleyfis og eðlis starfseminnar á hverjum tíma. Honum skylt að flýta fyrirmælum eftirlitsmanna úrbætur og skal kynna sér kröfur eldvarnir sem gilda mannvirki í lóð og starfsemina, afla sér þekkingar og tæknibúnaði og byggingarhlutum sem hafa svona hlutverk tillit til brunavarna og svo skal hann hafa samstarf við forráðamann eða rekstraraðila, það getur auðvitað verið annar aðili. Og þetta í sjálfu sér verið í rauninni bara þarna að undirstrika þessa ábyrgð eigandans að hann er ekki stikkfrí þó hann leigi út og þá ber hann ákveðna ábyrgð. Og hann getur ekki, það er mjög mikilvægt að átta sig á því, eigandinn getur ekki takmarkað þessa ábyrgð með samningi. Hann getur ekki sett í leigusamning að leigjandi taki að sér eitthvað af þessu sem þarna er. Þannig að það er venjan með svona reglur ef ábyrgðarreglur skilgreindar í lögum þá er almennt ekki hægt að afsala sér þeirri ábyrgð eða kominni af sér með samningum. Það þarf þá að vera tekið sérstaklega fram í lögum og það má. Og það menn reyna þetta stundum en er ekki heimilt og slíkir samningar myndu ekki vera gildir. Forráðamaðurinn, hlutverk hans eða ábyrgð er skilgreind í 4. greininni. Það er svona þetta, hann ber ábyrgð á eigin brunavörnum, hann ber ekki ábyrgð á brunavörnum mannvirkisins sem snýr að svona því sem er hönnun mannvirkisins, það er eigandans, en hann ber ábyrgð á eigin brunavörnum og þær séu virkar og haft sér reglubundið eftirlit með þeim. Það getur þá verið þessi búnaður sem tryggir öryggið á rekstrartímanum. Honum ber að hlíta fyrirmælum eftirlitsmanna og skal haga starfsemi sinni þannig að eldur geti ekki auðveldlega kviknað og aðrar öryggisaðgerðir og búnaður til brunavarnavirki eins og til ætlast. Þetta er bara auðvitað sjálfsagt, hann er komin inn í húsið og þarf að passa upp á búnaðurinn og að hans háttsemi sé ekki að valda hættu. Snýr auðvitað flóttaleiðum og virkni búnaðar og þess háttar. Og hann skal sjá til þess að byggingatæknilega brunavarnir og aðrar öryggisaðgerðir tapi ekki gildi sínu. Hann má ekki vera að gera eitthvað sem er í bága við þessar öryggisaðstæðanir sem voru ákveðnar við hönnun mannvirkisins. Og hann skal tilkynna eiganda allt sem skiptir máli varðandi brunaöryggi. Hann þarf að vera í sambandi við eigandan ef það er eitthvað sem kemur upp. Og það getur auðvitað verið eitthvað svona grásvæði hver á að gera hvað og þá verða þeir að ræða það sín á milli og í einhverjum tilfellum kannski bera það báðir ábyrgð. Og hann skal kynna sig svo bara sambærilegt og með eigandana til þegar báðir að kynna sér þessar kröfur. Og þetta snýr náttúrulega mjög mikið að því að
svona það verið að reyna að varpa ábyrgðinni svo sem hefur alltaf verið á þessum aðilum, en reyna svona að ýta undir að mann hafi þessa tilfinningu fyrir ábyrgðinni og það sé á þeirra ábyrgð að kynna sér hvaða kröfur gilda og þeir séu þeirra eigin eldvarnareftirlitsmenn sjálfur. Það virkar alltaf best. Síðan bara hérna östugt, þetta reyndar úr kafla sem Guðmundur fer í, það þetta, þú veist, eigandinn og forráðamaðurinn, það heilt kafli þeirra skyldur sem snýra svona bæði að svona skjalfestingu öryggis. Það eru reglur viðhald og þjálfun og æfingar innri eftirlit. Þetta getur alltaf verið á mjög stórum skala, þetta hlutverk eiganda og forráðamanns. Í sumum byggingum jafnvel gerð krafa ákveðna þjálfun starfsmanna, eins og í álverum og svoleiðis. Þá það partur af þessu. Og svo starfa eldvarnarfulltrúi hjá fyrirtækinu eða eiganda eða forráðamanni, þá vera með þjálfun og brunaæfingar og svo eru verklagsreglur og viðbragðsáætlanir og þess aftur og svo ákveðna kröfur eða eru óvenjuleg eða mjög breytileg áhenda. Guðmundur fer kannski aðeins meira í þetta. Ég vildi bara svona taka þetta í samhengi við ég var með kaflan þarna að fjalla kaflan ábyrgð eiganda og forráðamanna, síðan hafa þeir ákveðnar svona skilgreindir hvernig þeir eiga að hegða sér. Og í kjölfarið þá hægt að stilla opinbera eftirlitið miðað við það svona frammistöðu þessara aðila. Þannig að þeir sem taka hlutverk sitt mjög alvarlega og eru virkir í eigin eftirliti og skjalfesta allt vel og gera allt sem þeir eiga að gera, þeir gætu sloppið jafnvel við að fá opinbera eftirlitsaðila til sín. Það heimilt samkvæmt reglugerðinni. En ég ætlaði svona, eins og segja, að fjalla mest eftirlitið sjálft. Það fjallað þarna í 7. kaflanum. Það eins og ég sagði áðan, það skapað grunnur fyrir því að eftirlitið sé áhættumiðara, það meiri sveigjanleiki. Það ekki, það bara örstutt grein sem fjallar það hvaða mannvirki eru skoðunarskyld. Ekki svona ítarleg upptalning eins og hefur verið. Það svona svoleiðis reglur eru, myndi ég segja kannski sumuleyti vandaðri að hafa bara einfaldar og svona stuttar eða eru samt svona nægjanlega markvisst orðaðar. En þær eru samt erfiðari, það oft þægilegar að geta bara flett upp einhverju lista og fyrir þá sem eru að framkvæma eftirlitið og vilja menn frekar hafa það þannig, en þá það orðið ósveigjanlegt og kannski eitthvað skoðunarskylt sem algjör óþurfi að vera að skoða og annað svona dettur á milli skips og bryggju sem miklu mikilvægara að skoða. Þannig að þetta miklu svona sveigjanlegra en áður og þetta háð þessu mati slökkviliðs, en eins og ég segi það ekki þar með sagt að þetta sé geðþóttaákvörðun af því að þeir sé bara illa við fyrirsvarsmanninn eða eitthvað þess að það ekki heimilt. Það þarf að vera svona rök fyrir því út frá brunaörygginu. Og svo líka heimild til að vera með svona ákveðin átaksverkefni fyrir aðeins í það aftur. En svo líka mjög mikilvægt, þetta ekki bara það sem snýr að skoðunarskyldunni, hvað skoðunarskyld, heldur það líka aukin krafa fyrirsjáanleika eftirlitsins. Það náttúrulega eitt af því sem gerist þegar orðalagi verður svona opnara og almennara. Þá kannski standa eigendur og fyrirsvarsmenn fyrirtækja uppi og vita ekkert hvort þeirra fyrirtæki skoðunarskyld eða ekki fyrirfram. Þeir vita ekki hvort að slökkviliðsstjóri ákveður að það skoða þeirra hús einu sinni á ári eða aldrei eða hvað. Þannig að það gerð krafa að að slökkviliðið setji fram skrá yfir skoðunarskyld fyrirtæki sem birt á heimasíðu sveitarfélagsins og uppfærð árlega. Svo líka til viðbótar að gera árlegar eftirlitsáætlanir og svo á að framkvæma eftirliti eftir skoðunarhandbókum. Þannig að það á að vera algjörlega fyrirsjáanlegt hvernig verður skoðað. Og þetta svona í takt við það sem hefur alltaf verið erum við alltaf verið að reyna meira og meira í opinberu eftirliti að þetta sé ekki geðþóttaákvarðanir
persónulegar geðþóttaákvarðanir eða fara eftir því hver í stólum sem tekur ákvörðunina, heldur og fyrirsjáanlegt því að það fer saman þú eykur ekki ábyrgðarkennd hjá fólki og fær það til að gera hlutina rétt ef það veit ekki hverjar eru skyldur þess. Þannig að það þarf í rauninni að vita fyrirfram hvað skoðað og hvernig skoðun háttað. Og eins og segi, svo það að minnka eftirlit ef menn standa sig vel, þannig að menn séu verðlaunaðir fyrir góða frammistöðu. Og það á svo að gera eftirlitsskýrslur og svo þarna aðeins settur rammi utan skoðunarstofur. Þannig að þetta svona kannski aðalatriðin þar sem þessi reglugerð að svona, hvað ég að segja, kannski svona ákveðin nýmæli í henni. Svo ég fari svo bara aðeins dýpra ofan í það, þá í 19. greininni skilgreind þessi skoðunarskyldu mannvirki. Þetta er miklu styttra en áður. Og fyrst kemur bara svona meginregla að eldvarnaeftirlit skuli haft með mannvirkjum, lóðum og starfsemi þar sem eldhætta getur skapast og ógnað lífi, heilsu, umhverfi og eignum. Þetta er svona þessi matskennda regla sem að slökkviliðsstjóri er með sem svona, hvað ég að segja, svona ramman. Þannig að það er þá að skoða ef það er hægt eitthvað svona eldhætta. En svo það nánar svona skilgreint í annarri málsgreininni hvaða mannvirki þetta eru. Og það eftirfarandi mannvirki, lóðir eða starfsemi eru skoðunarskyld af hálfu eftirlits slökkviliðs eða eftir atvikum hafa eina eftirlit eiganda. Það það sem margir starfa koma saman, fara eða dveljast, eða það sem hætta á stórfelldu manntjóni eða eldsvoða. B. Það sem að fyrirhugaðar starfsemi var sérstök eldhætta, þar sem hætta á stórfelldu eignatjóni í eldsvoða eða þar sem eldsvoði getur haft alvarlegar samfélagslegar afleiðingar. Og allar byggingar í notkunarflokki 4, 5 og 6, samkvæmt ákveðin byggingarreglugerðar. Og svo þessi A, B og C liðurinn, þau mannvirki á að skoða árlega. Og þá þarf slökkviliðsstjóri að fara yfir það hvaða mannvirki eru þetta í mínu sveitarfélagi og setja á þennan lista. Og svo fjórða hvert ár þarf að skoða mikilvægar menningarsögulegar byggingar á mannvirki og svo kemur erfiði liðurinn annað atvinnuhúsnæði og opinberar byggingar sem slökkviliðsstjóri telur nauðsynlegt að sæti reglum með eldvarnaeftirlit. Og það getur farið svolítið eftir aðstæðum í sveitarfélaginu. Þetta er náttúrulega kannski heilmikið mál að svona ákveða og við sjáum hérna kannski, þetta er nú svolítið smátt hérna, en þarna það er svona ákveðið samspil auðvitað á milli þess hvaða mannvirki hver er krafa brunahönnun og áhættumat og þessara flokka, því það er svona kannski megin stefið að þetta eru svona byggingar sem eru, allar byggingar sem eru brunahannaðar hefði ég haldið að væru fjallið þarna undir. En svo eru fleiri sem geta verið skoðunarskyldar og þá þetta í rauninni skapar líka svigrúm til að hafa ákveðna forgangsröðun miðað við getu slökkviliðsins og menn verða að vera svolítið kannski heiðarlegir gagnvart því. Þetta er það ekki þannig að menn geti bara skilgreint eitthvað 10% starf hjá eldvarnaeftirliti hjá slökkviliði og svo bara sagt já við höfum bara bolmagn til þess að skoða hérna örfáar byggingar og nýta sér þetta til þess að